Dr. Fútból leilsar á föstudegi. Við erum að bíða eftir að það sé búið að draga í Champions League. Við heldum að þetta er AI dráttur. Þannig að þetta gera allt með AI stókar í dag. Á rétt. En ekki hluti í höndunum og þá getur þú farið á Giggo. Já. Mér finnst alltaf skemmtilegast að vinna með höndunum. Já. Vélmennin er ekki mætt en þá sem að gera þetta fyrir þig. Nei. Það hefur verið að tala um þau í mörg ár. Sko, eitthvað skilgunni Birgir sem að þú getur sem að venjulegt fólk getur ekki, sem að þú getur sótt á Giggo. Þegar nú ertu kannski ekki búin að vinna mikið síðust 10 ár. Já, ég hef náttúrulega farið yfir það hér. Aðvenni með kjaftinum. Það sé bara sagt. Ég meina, þú veist, ég er ekki, þú veist, skiptum dekk til dæmis. Já, ég er alveg expert, ég er expert þar, þú veist, flaka fisk. Já, þú veist, ég næ fisknum þannig að það er þú sér bara beinin. Það er ekkert kjöt eftir á fisknum. Ég get náðu þessu. Það er ekkert eftir að fisknum nema... Nei, þú veist, það er ekkert, þú fær bara beinin, þú veist, ég hendi bara beinunum. Það eru margir sem að skilja eftir svona leifar á beinunum, skilur þú? Ég sagði Gunnar Birgis fyrir mér með að kerru aftan á bílnum að keyra rusl fyrir fólk. Já. Ég get alveg sett krókan aftan á, sko. Já, hann getur ábúinlega að spjara sig í alls konar minnum. Túborg með Dr. Fútból, Túborg danskur bjór. En meira þess að Túborg starfsmenn á Íslandi höfðu samband á þessu áfram Ísland. Í alvörinni? Já, sem er stórt stórt statement af því að Túborg er náttúrulega einn stannstöða verður en það var bara áfram Ísland frá Túborg. Túborg Classic eru þetta bjórin sem að handbolta, fótbolta og golfáhuga menn elska, alvöru bjór fyrir alvöru leikmenn. Svo geta leikmenn að sjálfsögðu sótt smáríkið meðan aðrir sofa eru smáríkin vakandi eða eins og ég segja sjálfur meðan laufin sofa líka spaðarnir andvaka. Já. Og þeir eru á tánum þegar aðrir eru sofandi hvort sem það er í Fellsmúla, Hraunbæ, Miðhrauni eða að sjálfsögðu í Bæjarlind. Já, þeir eru í Bæjarlindinni góðu. Herriði, Dóminós, þeir eru að vera með þetta tilbúð núna, EM tilbúð. Og það er líka eitt sko sem er jákvætt með mína menn í Dóminós. Þeir eru að styðja handknattleikssambandið. Þeir eru að styðja HSI. Þeir eru með handboltanum í liði. Þeir eru ekki að hendi eitthvað EM tilbúð og segja eitthvað svona, þetta er á EM strákarnir okkar, veist, það var gott það sem einhver saði, ef allir sem er að segja eitthvað strákarnir okkar í fyrirtæki og í markaðsdeildum og allt svona myndu borga eitthvað skilur mig? Það væri nóg til þá væri HSI á töluvert betri stað en þetta er svo sem það sem ég hef alltaf sagt að við erum, þú veist, okkur finnst gaman að ná árangri en við erum mjög sjaldan til í að leggja inn það sem þarf til þess að ná árangri og þú veist, þá er það yfirleitt talað fjármagn sko. Ástæðan fyrir ég elska eða dollars í á Dominos er að þeir hafa þessa ábyrgð. Það þetta skiptir á máli að vera með og ég meina eins og í þessu með EM tilbúið þá þeir líka með HSI í liði. Já, ég er spenntast fyrir líka bara að segja myndi vinna þetta sem maður getur alveg gerst. Verða allir ráðamennir mættir. Dansandi í kringu þá upp á sviði og 100%. Já, taka kreditið. Ógeðið frá 2008. Það var fyllingur. Það var alveg hræðilegt sko. Ég var þar, svo bara fórum við á hausinn nokkrum vikum seinna. Sem var mátulegt. Nei, það var ekki mátulegt. Það var hræðilegt. En fitnessport, talandi menn með allt á hreinu. Í fitnessport þá getur þú sótt þetta allt saman og núna getur þú náðir í lóð og svona og keiftir þetta allt saman. Fengið svona æfingapakka allt upp í 50 kíló handlóð. Hann var ekki alveg fyrir þygunni minn. 50 kíló handlóð. Ég geti nú örugglega pressað það. Ég get ekki krullað það. Ég geti líklega að pressa það. Og geti líklega að pressa það. Þetta færðu allt í ræktina, færðu í fitnessport minna, Tjekkland bifreiðaskoðun, 15% afsláttur og segir Dr. Fútból sendi check. Förum í spurninguna góðu með tölvu tek aldrei mig veg. Það er einhver nýr pizzasteitana sem gerir svona crispy pizzur. Þegar ertu fyrir það. Já. Það er til inn í hjá vinum mínum og svo notaði nýtt þar sem maður getur keypt bara tölvu eins og þeir var tölvu bara að nota eins og ný. Það er það fyrsta sem ég skoða alltaf þegar ég fer inn í, til dæmis þegar ég fyrir tölvutek þá reyni ég að skoða ef þeir eigi einhverja bjöfur. Sko ég er svo nýtin. Ríkasti vinur minn, langríkasti hann kaupir bara bjöfur. Hann kaupir bara eins og hérna iPad og svona fyrir börnin og hann verður bara reiður ef hann heyrir að einhverju hafi keypt. Ég held ég veit ekki hvernig þú tala um. Hann er harður í bjöfurun.
þetta oft bara eitthvað svona sýningatæki eða eitthvað svona, bara já, frábært Hann var reiður þegar ég keypti með vínkæli fyrir 5 árum síðan. Hann sagði, veist ekki vín, hvað ertu að eyða pening með þetta? Ég er einn virtasti vínsérfræðingur þjóðar. Ég þarf að hafa þetta akkurat 14 gráður, sko. Já, þú veit þetta Ekki gráður. Herðu, hérna, hver eini maður sem er skorað eftir fært út í Premier League? All eyes on me. Eftir fært út í Premier League Eftir fært út þykkur í Pepsi Maxinu í dag 2 dósa þáttur þetta er nýbruggaði stöf sko. Herðu, Þetta er hérna Kanu? Bóndadagsútgáfan Kanu hefur ábúinlega verið 40 Já, það var sagan Er það markmaður? Nei, Nei, ok þetta er Sheringham. Já, hárrétt Jú vil þetta góðu maður Datt inn allt í einu Það var að gefa þessum strák það að hann er öflugur Skulum fara að powerranka með Dynout og Dynout með Dr. Fútból seldum hauga af gjafabrifum jólin svo er að nota þau líka Það er náttúrulega snýst allt hjá mörgum snýst þennan handbolta Já, og við ætlum að powerranka top 5 bestu leikmenn Íslands á EM því að við fylgst vel með þessu báðu tveir Alla leiki hver er 5 bestu leikmenn við bara byrjum hver er búin að 50 besti Ég er alveg með Viktor Gíslar ég var með það líka Já, 50 besti leikmaður Íslands er Viktor Gísli markmaðurinn geðu í Númer 4 Sko, fyrir hennar eina leik getum við ekki gefið Viggo þetta bara Jú, Þú veist, þetta var svakalegu leikur sko. Viggo Hann er búin að vera að koma feskur inn þar á milli sko. Já, Ég held við verðum að gefa hann kredit fyrir hennar þessi eina leik leikur á móti Svíum hann verður lengi í minnum hafður hann verður lengi í minnum hafður númer 3 Sitt Ómar Ingar númer 3 Já, Ómar Ingi, 3. já, besti já, leikmaður hann er búin að fá svolítið last en mér finnst hann svona heilt yfir hafa verið bara flottur Jú, einn leikur, slagur, myndi segja það Númer 2 Elliði Viðarsson, Já, það er bara 100% Hann byrjaði ekkert sérstaklega Var mikið að klikka, en sá hefur stíð upp hann bara spilaði illa það skipti ekki máli Já, það var svolítið Hann er maður sem er greinlega bestur undir Ég pressu var með Gísla Þorgeir númer 2 Er það? Já, Smetlega nummer 1 nei, ég var með Óðinn Þór Ríkarsson númer 1 Ok, við Ég var með Gísli Þorgeir nummer 1 Já, Þú varst með Gísla nummer 1 og þú ert allan með ég er með Gísla Þorgeir númer 2 og Óðinn Þór Ríkarsson númer 1 Já, Mér finnst hann hafa verið mér finnst hann vera hjartað í þessu lið Ég er náttúrulega þjálfaði Óðinn svo ég svolítið grimmuð hann Ég hef verið með hann svona 57 Kili, hvað ætlar að setja í púkið? Þetta er náttúrulega ekki snild Hverju ætlar að hendi í púkið? Verðum við ekki Gísli Þorgeir Gerir hann ekki allt hjá okkur? Ætlar að henda því í púkið? Já, bara mér finnst hann gera allt hjá okkur Já Já, Þú veist bara gæinn keirir á vörnina Hendur því í púkið. bara einu sók sko Hendu því í púkið Já. Smá Pepsi Max í í púkið Já, Og nokko og smá Nokko í púkið Já, það held ég þetta verður gaman að þessu ég ætla nú bara að fara næst í sko það er allt í rugli hér ég ætla bara að fara næst í leikinn sjálfan sem að við erum með Teygja og ég minna það að ef þú ert með lítið fyrirtæki, stórt fyrirtæki eða hvernig sem er þá getur verið með posan í símanauðinum þú getur leyft einhverjum að máta derhúi sem þú ert að selja og svo rekið síman í andlitið á honum og beða hann að borga Heyriði, og þetta eru fleiri fæslur ekkert vesen segja Teyjamenn leikurinn er í kvöld klukkan hvað? 19:30 19:30 og bara vinnum við Ég hef trú á því að við getum náði sigur Já Ok, eitthvað meira um hennar leik sem þið segja? Hafið eitthvað mynd að segja eða Ég- bara fara í Nei, ég held að ég átta mig á því að sportsbækurnar eru ekki kannski Ég skoðaði sportsbókina hjá Epic hún sagði 1.20 á Danmörk Já, ég held að það sé nú bara svona alveg eðlilegt út af því að ég hef hort á bara held alla leikina hjá dönum á þessu móti og þetta er bara vél sem að þú veist, þeir keyra allan leikin í gegn, þeir keyra mikið á sömu mönnunum, þú veist, Gissel er líklega besti handboltamaður í heimi. Hvað með að taka Ekkert umferð? líklega. Menn hættir því, hvað er öllið það? Já, menn eru hættir því. Ég man eftir leikjum þar sem að bara eins og góðu vinur okkar Daði Laxdal og Böðvar Páll Ásgeirs og fleiri sem að voru upp í Mós og Daði í Gróttunni. Það var oft það sem að leiki byrjuðu bara og hann var klipptur út.
Sko, þú ert náttúrulega Mosó brósið dauðans. Hvernig er stemningin í Mosó nú? Hún er bara fín og bara... Þetta er bara handboltabær. Já, þetta er handboltabær. Þið andi bara handboltar. Hvernig er stemningin hann? Hún er mjög góð. Það er bara hversu maður fer, þá er verið að ræða handboltan, en ég held svo sem að það sé víðar. Ég held að það sé nú bara Þetta er náttúrulega, þið eru flestum plássum. bíluð í ykkar handbolta. Myndir þú segja vonbrigði að hann sé ekki búin að spila meira en Þórs Leó? Það er skiljanlegt. Þú veist, það er í raun og veru lítið þetta að segja við því þegar það er að ganga vel, sko. En jú, það sem að hefur kannski verið mest talað um, það er þessi svona, hvað segir, svona svipaðar bakvarðalínur sem við erum að stilla upp. Það er að segja, það skiptir raun og veru engum máli hver er þar, að þetta eru svona leikmenn sem að gera svipaða hluti og eru kannski ekki með mikla skotókn af 10, 11, 12 metrum eða eitthvað svoleiðis, sko. Að geta rifið sér bara upp og nælt á markið. En, þú veist, Gitzel og Pitlik í sikkurri skiptunni verður vesen, Magnús Sákstrup í miðri vörninni verður vesen og líka inn á línunni hinum með leikum með Magdeburg sem er líklega besta félagslið bara í háa herrans tíð. Þannig að ég vona að þetta fari vel, en auðvitað, þú veist... Áfram Ísland? Já, það er eignast ég segja. Já, það er áfram Ísland bara. Segjum það gott. Förum annað og förum í... aðrar fréttir, förum með Happy Hydrate, 10 grömm í hausinn, 10 grömm í skrokkin af góðu kreatíni, steinefninu og söltin ef þú ert að fara á þorrablót og svona dundra þessu inn fyrir og eftir því að þetta er það sem við þurfum í þessu öllu saman og það eru steinefninu og söltin. Strákar, Viktor Daðarsson, það er ekki þetta annað en að ræða þannig að sko, Viktor skorar hérna á móti sko á nú kamp, bara eins og hann sé að rennunum í netið bara í Fagurlundi, sko. Hann var bara afslappaður. Geta verið seldur núna fyrir fyrsta? Já, ég get alveg trú að maður er farin að sjá lið eins og... Geta bara næstu 2 dögum, geta verið farin? Já, ég meni, sáum Alexander Ísakos í þínum tíma þegar hann var ungu strákur í AEK, ákveða Dortmund bara að fara í hann áður en yrði miklu dýrar og þetta er alveg mörg dæmi þetta, sko. Ég held að það sé bara líklegra heldur en ekki. Á næstu 2 dögum? Maður hafði heyrt að... Já, næstu 2 dögum, já. Nei, það þykir mér ólýslegt, en í sumar held ég já, alveg klárlega. En ákveðin bara hamra játnum með það heitt? Já, ég er alveg þar. Og ég meina, þú veist, þetta er klárlega eitthvað sem að, hvað ég var að segja, skandinavíski frammerar séu svolítið í tísku í dag, sko... hávaxinn, þú veist og þetta slútt hjá honum og bara hvernig að vinnu boltan líka bara, en það var alltaf planið hjá FCK að, þú veist, bara spila honum og selja hann það er bara planið hjá FCK. Þegar ég var að ringi nokkra inn í fram og þeir sögðu bara, finna með þetta kemur okkur ekki óvart. Það er þeim bara, þetta kemur bara fólkinu sem við verið að horfa á hann sem var krakki, bara ekkert á óvart og þau sögðu bara sko, sjá hann í sumar svo aftur núna jólin, hann var búin að pakka á sig bara einhverjum vöðvum og alls konar og... Meni, ég mani hann kom inn á þessum valsleik á Hlíðarenda og ég mani ykkur að var, hvort það var Hólmar eða Orri eða hvað, sko, bara að jarða á í loftinu, sko. Bara svona eins og þetta væri bara kallmaðurinn inn á, sko. Já, þetta er mjög spennandi. Þegar maður hefur heyrt af þess að það náttúrulega var bara mjög öflugur fyrir yngri liðin hjá FCK, ekki jafn öflugur og til dæmis kannski Orri Steinn eða eitthvað svoleiðis, en ég heyrði til dæmis af leik á móti Lyngby, þar sem að FCK var að spila við Lyngby, þar skoraði Jakob Gunnar 2 mörk fyrir Lyngby og þá vildi Lyngby meina að þeir hefðu, þú veist, stræka betri díl, skilurðu, með að fá hann þannig að, þú veist, þetta er bara svo fljótt að breytast í þessum bolta og Viktor er bara svona, aftur við náttúrulega rætt þetta áður, þú veist, það er náttúrulega lítið svona hreinrækta að sendera hjá FCK þannig að hann er bara að nýta tækifæri vel og komið 3 mörk í Champions League. Það held ég. Ég skal segja ykkur það, við slum fara í aðrar fréttir, við förum að skoða meistaradeildina hér eftir smá stund og eru með Dr. Fútból og selja HP tölvunar sem eru fyrir framan okkur hér hjá Dr. Fútból. Jafnstam kom til Íslands í gær og ég spjallaði hans við hann í Keiluhöllinni, tróðfull Keiluhöll af Manchester United stuðningsmönnum og það var áhvert hvernig dílarnir gengur fyrir sig í gamla dag. Það var bara Jafnstam að, sko, Ferguson alltaf hringi í Jafnstam á samningi hjá PSV, það er ekkert vesinn, bara hringdi í hann, bara samfæran, þetta er náttúrulega kólólulegt. Já, það ekki? Jú. En kaupin gengur öðru sem fyrir sig. Já, þetta var bara aðri tímar, og bara og farið stöðuna og kannski stóra vandamála við að þetta allt saman að jafn skildi ekki eitt orð sem að sagði, það er bara já reglulega. Hann náttúrulega talar svona fyrir þá sem að kannski tala ekki oft í skota, þá var þetta náttúrulega ekki auðveld enska
sem að þessir kallar að tala og svo bara tala söluna sína, hann vildi meina þetta ekkert með bókina sinna að gera, þeir vildi bara fá hana pening fyrir sig þannig að hann bara fór yfir þetta í róleitur bara þetta gerist bara á einhverju bensinstuð bara sagt þegar hann, heyrðu, það er lokað innan Champions League á morgun, við ætlum að fara inn með Laurent Blanc og hann bara, ekki Laurent Blanc bara 60 sem hann við á sko þetta var bara eins og bara konan var að skipta kall sko. Og bara, svo bara sett vera með hann, heyrðu, hann loka Champions League á morgun hérna að skrá sig, þú veist, að vera available, Lazio komnir, bara skrifaði núna undir og ef ekki, þá bara spila ekkert í vetur. Þú veist, hann gæti sagt nei, hann var nýbúinn að skrifa undir samning í United og bara, hann bara, já, þú veist, bara, ég læt mig hafa þetta. Þannig að já, ég sagði hann líka bara, ég spurði hann ákveður hann lét bara ekki Van der Sar koma fyrr í United þá bara sagði hann, þú veist þá var hann bara Juve og þú veist bara, hafa verið líka sjokk fyrir sig þegar svona gæði fór í Fulham bara transfer sem eitthvað engan sen sko hann var líka bara hvað er í gangi eins og allir aðri þegar hann bara mætti allt inn í Fulham en Mohamed Al-Fayed síndi sko Van der Sar nýja völlin sem er byggður á næsta ári sem að hefur aldrei verið byggður og þannig að Mohamed Al-Fayed kunni alveg að selja það var margt í þessu og frábært að fá jafnstam og ég bara vonandi sem flestir af þessum klúbbum auðvitað Liverpool-klúbburinn gert það vel í mörg ár að fá þessa góðsögum til landsins og fara yfir þetta með okkur já, ég er í vesinu með beddana mína þá bara förum við hingað og við ætlum að fara með múrbúðinni og skoða harðhausa það er einn harðhaus í Hafnarfirðinum sem er aðeins að taka til hjá FH já, Jói Kalli á vel heima í múrbúðinni hann átti að komið 10 ára reynslu í boltanum það segir þjálfun Herri Rúnum FH er aðeins að taka til hendinni ég sá að Stjáni var að tala um að það verið komið nikotínbann hjá F-fangunum á svæðinu ég er hrifinn að þessu bara hárið rétt það er bara allt í lagi það á að vera þannig ég er í þetta geðbílar, ég myndi sjá svona lítinn kotta inn í hérna klefa já, líka bara það eru krakkar þarna og fleira það er bara allt í góð já, þannig að það er verið að sko, Jói er harður þarna hann er að henda út leikmönnum líst þér eitthvað á þetta, Kili? Nei, mér finnst þetta bull ég sé bara ekki sko þú veist ok, Böðvarsson, tökum bara dæmi ég veit að það er búið að taka dæmi mörgum staðar Jói segir að hann hendi ekki hans fótbolta hvað fótbolti er það þá? Þú veist, er það eitthvað invertir bakvörður eða eitthvað? Ef það væri leikmaður myndi spila það og vera góður í á Íslandi, þá væri það hann. Til dæmis. Hann getur keyrt upp kantinn, hann getur spilað, þú getur sett hann í hafsend í 3 manna, hann getur spilað hann á miðjumæður og bingurlokana. Mér finnst það mjög spes. En eru F-fangar með gott lið þá núna? Nei, ef ég ætti að lesa upp byrjunlega F núna, svona ég myndi giska, þá var það Jökull, Kristján Snær, Aron Jónsson, Ísak Óli, Baldur Kári, Tómas Orri, Kári Kristjáns, Úlfur, Kjartan Kári, Arnór Borg, Adolf Dæði. Miðað þá sem maður heyraðir sem var að losa líka í Bjarna Guðjón, í Birki Val og þú veist, það var eitthvað nefnt Kjartan Kári, ég trúi ekki sko bara þótt Ragnar að örgulega heyrti þetta okkur í góðum stað sko náttúrulega Arnór náttúrulega er fitt 2 ári já, það er náttúrulega, þú veist, þetta er mjög þund líka sko, þú veist, fyrir utan Hessa er þetta bara einhverjum strákar úr öðrum flokki og sonur Eyjúb og fleiri sem ég bara þekki ekki á að spila mjög lítið sko en sko, við verðum eiginlega að trúa því að það er einhver ástæða sem að liggur þarna að baki þú veist, það hlýtur að vera að það sé plan til þess að replacea Bödda já, en ok, að það sé plan til þess að replacea þessa gæja sem hann er að hleypa í burt já, ég meina hann er búin að replacea Birki Val Bjarni Guðjón, finnst mér það talented og það ungur ennþá 2004 modelið þú átt ekki að láta hann frá þér bara að sí svona nema hann bara fíl ekki attitude eða eitthvað og með Bödda, mér finnst það ekki svona fárlegt mér finnst það bara sko en mér finnst líka skrítið á hvaða tímapunkti þetta er að gerast sko, af því að þeir eru bara búin að spila þeir eru búin að spila 3 leiki kannski í þungavíktabikkarnum já, eitthvað svoleiðis það er ekki meira það og það er bara lengjan að byrja á næstu dögum sko búin að æfa saman í kannski 2-3 mánuði eitthvað svoleiðis þannig að mér finnst svona áhugavert hvað þetta er að gerast tildur að snemma, ekki það þetta er svona ákveðin, náttúrulega rúðtilegs bransi oft á tíðum en varandi svona setja einhverja reglur og setja eitthvað svona, þú veist, ég meina að tala mikið þetta þegar Hansi Flick kom til Barcelona þá sett hann svona alls konar reglur þar sem maður svona átt að vera alvöru heræja á öllu minnir einmitt að hafa verið einhvern tímann inn í því sko þannig að þú veist það sem við veist líka bara kannski verður Jói Kalli bara skellihlægandi þarna eftir þetta lið sem ég nefndi það eru held ég 2 F-fáingarna FH og öll þeirra velgengni gekk út á það að það voru F-fáingar í liðinu sko og FH þarf að vera með F-fáingar mínum mati þetta eru gaflarar
Við ætlum að kíkja á meistaradeild Evrópu. Já, við ætlum að gera í þetta skiptið með besta bitarum. Eins og Snorri landsliðsþjálfari segir, Já. það er ekkert betra en góður fisk. Já, geggjuð auglýsing. Já, samt lack of respect hjá þessum handboltum eitthvað. Ef einhver svona myndi gera við mig, Það þurfa að vera að bjóða í mat. ef ég er að bjóða mat og þú myndi kóða eitthvað, gefum við bara að borða, við sko ég myndi á, myndi við fara svona enn í þig, hótaðir einu sinni, Þetta, svona treatment er ekki, ég veit kannski er þetta í tísku okkur krökkum að gera svona. Nei, þetta hlýtur að vera svona þeirra saga eftir að fara í viðtali og svona einhvern veginn að reyna að búa til. Geðu bara borða, nei, heyrðu. kurteisin hérna. Já, kurteisin er tímalaus sko. Það skiptir engum máli hvort þú sett ungur eða gamall sko. Ég var endar þegar ég horfði á þessu auglýsingu fyrst skipti og hugsaði bara okkur komum við ekki með þessa setningu sem ég var að hugsa. Ekki með hendina fyrir. Já, okkur átkótsaðar hana fisk. Já. Þú veist, það er verið bara línan smátt að segja, sko. Frábæra auglýsing hjá Samaria. En eins og ég segi, kurteisin, hún er mér allt. Já. Nú, sko það er búið að draga í umspilinu og Benfica mæta Real Madrid. Bóto fær Inter í heimsókn fyrst og svo bara er út til viti hvernig virka Monaco, PSG, Karabakh, Newcastle, Galatasaray, Juve, Club Brugge, Atletico Madrid, Dortmund, Atalanta og Olympiakos Leverkusen. Þetta þýðir það að já, hvernig var þetta aftur? Það var Galatasaray, Juve og Club Brugge, Atletico Madrid. Þannig að Liverpool eða Tottenham fær Atletico Madrid eða Juve öllum líkitum. Er ekki komið stærri dráttur í þetta? Er ekki líka dreigir hvaða leikir gerist komast næst? Það var ekki gert, það verður dreigið sér. Það verður gert 27. febrúar. Þannig að ég ætla að reyna að einfalda þetta fyrir ykkur. Þannig að Real Madrid og Inter, ef að þau fara áfram, þá mæta þau Manchester City eða Sporting Lissabon. Nú, svo er það þannig að það var Atalanta Dortmund og Bayern eða Arsenal. já, Bayern eða svona. mæta Bayern eða Arsenal. Olympiakos, Leverkusen. Held ég hefnina að mæta Leverkusen. Það var í helviti En næst. þarna eru Barcelona eða Chelsea mögulega lendi í sama og Liverpool í fyrra. Það þeir geta fengið PSG bara strax í 16 liða. Hver eru það, segirðu? Barcelona eða Chelsea. Já. Það er náttúrulega bara vestar sem þú getur lendi í, sko. Þá eru þessu umspili. Já, og PSG fengu hverja núna, þeir fengu Monaco. Já, þú veist, þeir eru örugglega að fara að taka á bara svipa og þeir tóku Brest í fyrra, sko. Þetta verður bara eitthvað 10-0 samanlagt, sko. Newcastle langt ferðalag. Já, en þægilegt að mæta Karabakh. Já. Langt ferðalag. Það er eitthvað sem segir mér að sátarnir geta alveg reddað ágætis flugvél. Flugvél, já. Ég hef ekkert einhverja mega ágjör að þessu ferðalagi. En sko með þetta, þá þýðir það væntanlega ef þetta fer allt eftir svona eini góðu bók, að þá er Arsenal og Manchester City að mætast í undanúrslitum. Já, en bókin, hún er nú ekki alltaf með allt á hreinu. Nei. Nei, ég held þessi vestalið sem að Bótu Glint gáttu fengið til að gera eitthvað uppsett. Þeir, Nei, þeir hlusta á mig. Já, ég held þetta verði bara, þú veist, þeir byrja í Noregi. Já, þar leggjast Inter bara tilbaka, sko, og þeir munu ekkert fá færi, sko. Þeir munu bara skella ítalska lásin á markið og bara sitja tilbaka. Ef ég myndi segja við þig að þeir myndi fara að spila við Diego Simeone lið á útivelli og skora 2 mörk. Já, en svo kemur heimaleikurinn, skilur. Ég held að þetta verði bara 0-0 til fyrsta leik. Ég er nokkuð vissu það. Kannski 1-0 Inter. Ég get alveg lofa þér því að Bótu Glint skorar á heimavelli. Það er 100%. Já, það verður áhvert að sjá þetta að Bótu Glimt, eða Glimt eins og normenn kalla þetta bara. Það talar enginn um Bótu Glimt í Noregi, það er bara Glimt. Voru þetta raskildir á Beran Bossan af Ans Postecoglou og lærisveinum hans í útsláttakefni í vor. Sjáum hvað gerist núna. Við slum fara í smass eða pass og við ætlum að kíkja á nokkra díla. Smass eða pass, smass er auðvitað namið góða. Það besta sem norðmenn hafa gefið okkur í, ansi mörg ár. Það er ekki margt sem að þeir hafa komið með. Þeir hafa komið með þetta. Já. Solskjær og Smass. Solskjær og Smass. Og Marathon-snakkið. Og Henning Berg. Byrjum á Nossara. Óskar Bob í Fulham. Massíft Smass. Já, þetta er Smass. Risa Smass. Hann er frábær. Mér finnst bara mjög skrítið að hverju eitthvað stórliðunum fóru ekki í hann, sko. Já. Ég meni, ég vilja hann í Liverpool. Já. En hvort þeir eru ekki að selja hann með einhverju klásúlu að kaupa hann tilbaka og eitthvað, nei, eins og þeir gera oft. Það hlýtur að vera.
Já, nú kom Bobby í bátinn, segja einhverjir þessi strákur, hver sagans? Mammans var Já, þetta þetta hvað Hún var mjög áhugasöm hann elst upp í Portúgal eða ekki? Jú. fór að syngja einhvers staðar. Já, eða þóttist verið að gera það, var það ekki eitthvað hannig? Já, Turit Gunnes er mammans Þuríður. Já. Og já, fer til Portúgal bara 10-12 ára eitthvað svoleiðis. Já, það er rétt. Hún haft trú á stráknum Já. og það er alveg að koma vel tilbaka í dag, það verður að gefa henni það. Tammy Abraham, náttúrulega á ótrúlega sögu hjá Aston Villa, er þetta smass eða pass? Þetta er pass. Ég held að hans í búinu, sko. Eða, ég held að sé ekki mikið aðna eftir, sko. Ekki á háu leveli. Hann er búin of lengi í ykkur rugli. Gunni? Já, ég hef bara svo mikla trú á Unai Emery, sko. Já, ég ætla að segja smass. Já, ég ætla að segja smass. Þú segir smass, já, ég meina hann náttúrulega er vinsæll og Oli Watkins var auðvitað að meiðast, þannig að hann geti nýst. Paqueta, hann er komin í Flamengo, þetta er risadýll og hann er á besta aldri. Já. Sko, er þetta frá gengið? Já, þetta er bara staðfest. Hann er að fara að keppa í bara góðgerðarskildinum helgina. Já, þetta er bara massa smass, sko. Ég hef alveg sé Brasilíka boltan og Copa Libertadores svona örfá að leiki. Hann bara, þetta er leikmaður sem fittar 100% þar inn, sko. Hann fittar ekki í enska, ekkert endilega. Mér finnst hann of oft í ykkur kjaftar sem hann er að missa boltan og skrýtnum stöðum og nenni mikið að spila vörn og svona. Svo heppna stundum þetta kjaftaði. Já. Ég er rosa hrifin af því þegar menn þóra. Mér ást að byrja vel en fór að síga alvarlega á þetta eftir að veðmála ásækjarnir. Ertu að segja þá smass? Sko, ég spyrja, er þetta bara smass fyrir Flamengo? Já, sjálfsögur þetta smass. Já, ég meina, hann kostar líka peningum. Þetta er pass fyrir, sko, bara ennsku úrvarsdeildina á Vestam. Já, skoðum meira. Julian Alvarez í Arsenal. Þetta mikið rætt og ritað framverja vandamál Arsenal. Er Julian Alvarez, er hann smass eða pass? Já, hann er massa smass og mér myndi kvíða fyrir ef hann myndi mæti Arsenal, sko. Hann er ekkert eðlilega góður, sko. Þetta er mjög öll smass. Já, þessi dýtt verður samt að ekki klára núna í janúar. Nei, ekki fræðilegur. En Julian Alvarez er mjög sterklega orðað við Arsenal og þetta er dýtt sem gæti bara alveg dáttið inn. Það er einhver hafsendið af vinstri bakur, Viktor Valdepeñas, sem að leikur með Real Madrid sem er orðað við Arsenal núna, meira sér maður ekki. Mjög öflugur leikmaður. Áhugaverður, sóknarsinnaður. Sean Philippe Mateta, það verður að tala um AC Milan í honum núna. Já. Þeir vilja alls ekki fara með hann í Nottingham Forest. Mateta og fullkrug. Já, að dominera þar. En sko, þetta Crystal Palace dæmi með Jörgen Strand Larsen sem er náttúrulega massíft smass. Þú veist, eru fósfórsmenn Crystal Palace að reyna að gera eitthvað til þess að halda Ólafur Glasner? Ætla að sé einhver möguleiki fyrir það að halda Ólafur Glasner? Nei, bara þeir eru bara reikna strax. Hann er bara erfiður líka, þeir nennaði ekki. Ég er nokkuð viss um það. Þeir eru bara reikna strax. Hann er búin að erfiður í Ef það er staðan, þá er ég sjálfsögðu að láta fara. Mér finnst það með að halda hann sé sko að þjálfa, þú veist, ég veit ekki hvað, Leopold, eitthvað hann er, því að hann er allt svo reiður að menn er að fara. Hann er bara að þjálfa Palace, sko. Þeir eru að fá líka Evan Gessant líklega á láni frá Aston Villa, þannig að það er greinilegt að Palace ætlar að gera allt til þess að falla ekki. Já, það er eina vitið Evrópudeildir með doktorfútból, Evrópudeildir með orkunni, ódýrasta bensínið í Reykjavík, Orkan. Já, það er bleika bensínið, Elías okkar, markmaður Midtjylland. Hann er bara einn af bestu leikmönnum Evrópudeildarinnar í þessari deildarkeppni. Hann átti enn eitt frábæran leikinn í ger. Hann er bara ótrúlegur og þú veist, það bara hlýtur að gerast í sumar að hann fái múf eitthvað, sko. Ég er bara, ekki það, ég ætla nú svo sem ekki að draga úr því, það er frábært að vera aðalmarkmaður Midtjylland, sko. En þú veist, maður með þessa holningu, þú veist, sem að er orðin, virðist vera aðalandsliðsmarkmaður Íslands. Wingspan. Já, þetta wingspan, sko. Ég bara, það kemur mér svo mikið óvart ef hann fær ekki eitthvað annað og í eitthvað alvöru lið í, veist, ég fór að hugsa þetta bara, þú veist, myndi ég segja nei við honum í Arsenal? Ég er bara ekkert svo viss. Nei, ég er ekkert svo viss að skilja það. Ég er bara alls ekkert svo viss. Þú sagði já í Rúnar Alex, hann er aðeins betri. En það er svona kannski, þú veist, hvort hann fitti, þú veist, Raja tekur náttúrulega mjög virkan þátt í uppbyggingu og sóknaruppbyggingu Arsenal, en þú veist, það er ekki það með sagt, ég meina Donnarumma, já, hann gerir það. Okay. En ég meina Donnarumma, maður hefði ekki séð það fyrir nokkrum árum síðan að Donnarumma myndi spila fyrir Peplið, þannig að kannski eru hlutinni bara líka að breytast í fótbolta. Sko, talaðu með hann Rúnar Alex,
sko aðal grínið í messuna á miðvikudaginn, þessari ótrúlegu messu sem við fengum á miðvikudaginn, það var FCK markmaðurinn. Sko Rúnar Alexander á bankaðan upp og segja betur, ég er betur en þessi sko. Já. Hann er ekkert spes sko. Nei, kíkjum meira Celtic-un Utrecht, svo var það Hákon Haralds á nýja dílnum, kláraði Freiburg 1-0, Ólfis í rú með sigurmarki þar. Tjúvill er hann segur. Já. Sírúin. Var þetta á víti eða var þetta bara opna leik? Á víti, á penn. Nú, Panathinaikos gerði 1-1 í aftölu. Var okkar maður þar? Já, Sverri var eins og alltaf í liðinu í Evrópadeildinni. Já. En hann er komin í liðdeildin líka sem er jákvætt. Já. Brann tapaði fyrir Sturm Graz, fengi á sig marka 850 mínútu. Það var bara svona stál í stál leikur, Brann betri, þú veist, og aftur með hærra XG, betri í leiknum heilt yfir, en Sturm Graz skora sigurmarkið þarna undir lokin, en Brann fer samt áfram. Já, fara þarna áfram í 24. sæti. Og Kristall Máni kominn þá inn í hópin núna. Já. Mátti ekki registera hann fyrir þennan leik. Er ekki bara flott hjá Freysa að skila sig 24. sæti? Bara ekkert eðlilega vel gert. Já. Og það sem meira er að hann er að endurhenda fullt af leikmönnum úr meiðslum og þar á meðal Eggert Aron og Sævar Atli. Ég ger alveg ráð fyrir það svona miðjan febrúar þá verið þeir komnir á lappir. Er það? Sævar Atli, það er þrálát meðsli. Þú veist, þetta er einhver erfið meðsli, ekki? Jú, en minnst eins og hefur lesað daginn að hann væri að eima á allavega Eggert er 100%. Já, ég vona þessi rétt. Það eru í febrúari allavega svona samkvæmt áætlun. Einmitt. Ég meina leiknismenn senda þá bara á mig. Já, við kíkjum á þetta allt saman. Þeir verður nú sjálf reiðir fyrst. Förum í enska boltan. Förum í enska boltan með Volt. Pöntum bara og gera það með Volt. Spilaði í ensku úrvalsdeildinni laugardag, sunnudag. Er leikur á mánudag? Já, söndalega börnlega mánudag, auðvitað. Klústaleikurinn fyrir hann Já. Það held ég, hvað er ekki stórleikur? Er það ekki bara Liverpool Newcastle? Jú, líka ljósið sannleiklun 8 á laugardegi. Já, ertu hrifin af því? Já, ég er hrifin af því og þetta er leikur. Það er rauðvín þarna. Það er red wine, það er bara hannig. En þetta er leikur sem ég held að geti snúið þessu fyrir Liverpool mögulega. Já. Það er vinna þarna og Arne Slott líka að segja. Fá krátið með sér eftir hann á 6-0 sigur í vikunni. Já, bara skildu sigurinn og skoruðu nóg mörkum og komum sem mögulega í gang. Þá held ég gætu farið á smá rönn, sko. Já, það var áhverð að sjá. Ekki rönn til að gera neitt nema bara meðsarðild, sko. Játtum á því, bara, þú veist. Þetta er svona eiginlega... Það að fá bara stemmingun aftur upp í borginni, sko. Það sitt í svona eftirleiki. Sjögulega séð þetta nú spennandi. Er þetta hörkuleikur? Chelsea og West Ham mætast í Lundunarslag. Vonandi færi Adam Traoré, spænski landsmaðurinn, að vera með hömrunum. Það var flott tilkynning hjá hann. Já, hún var það. Það var mjög gott. Brighton mætir Everton, Leeds Arsenal. Er þetta eitthvað, geti það verið bannaskinn eða heldur þetta verið þægilegt? Já, þetta geti bara mjög vel verið. Ég meina, Leeds hafa bara verið frábærir á heimavelli. Þeir eru taplausir þar í síðustu 5 og tapað einum í síðustu 10, þannig að bara 100% að þetta verður mjög erfiður leikur. Hver byrjar frammi? Ég vona að byrja Gyökeres frammi. Já, hann er alltaf komið svo margar núna. Hann er ekki farið að byrja að kæja aftur, sko. Nei. Hann þorið ekki. Nei. Eftir að vera lengi middur. Það væri líka bara vitleis. Já. En Kai lúkaði vel á móti Kairat. En já, ég tek ekki allt of mikið mörg. Já, það verður áhugavert. Það var einhver einn leikur í viðbót á laugardeginum. Úlfar, Bournemouth, það er. Já. Það er leikur. Bournemouth hefur náttúrulega verið að sæna leikmenn. Þannig að það verður áhugavert Wolves niður að selja einhverja dýra leikmenn núna til að ná í peninga. Bournemouth er bara eitt best að liða að sækja leikmenn í deildinni, sko. Já, það er að verið segir við það. Manchester United mætir Fulham á sundan. Ég ætla að fara á hana leik. Það er aðeins að komast út úr harpyksinu og finna litin af grasinu. Ertu að fara á hana leik? Já. Já, ok. Og þessi leikur klukkan 2 á sunnudaginn. Ég ætla að fara þarna og vinni mínir hjá Njóttu ferðir, það er náttúrulega okkar maður Sigur Óli, hann bara redda mig og þú getur hringt í hann bara og hann bara reddar allt. Ég er að fara með hann næstu helgi. Já, ok, með Njóttu. Já, Liverpool City. Ertu búin að sjá Ali Palli ferðina sem hann er með? Nei, ekki búin að sjá hana. Það er rosalega Ali Palli ferð. Það er alltaf þegar gaurar hitta saman, næstu ári verðu að fara á Ali Palli. Núna er Ali Palli miklu stærra heldur en hefur verið því að þeir eru að fara í stærri höll inn í Alexander Palace. Það er að, já,
Þetta er náttúrulega massív bygging ok. og þeir eru að fara allt annað venju núna og vonandi verða líka flugurnar farnar þá og allt svona sko. Næst þegar ég fer í á píluna og fer með njóttu, ég veit ekki hvort ég hef á þeim núna, þá er ég að fara fyrir daginn, day session. Það er meira fyrir mig. Ég prófa það. Já, ég er meira svona dags. Já. Það er eftir bara með pílupjúristana. Það eru pílupjúristarnir. Og það er það bara steinefn og sött og vera að fylgjast með pílunum. Og svo bara, mér finnst hann einhvern veginn, mér finnst úrliðurinn hjá hann ekkert vera að fylgja. Við förum allir ef að okkar maður kemst inn, Alexander. Ég hef trú á honum. Aston Villa og Brentford mætast, svo sem myndist ekki á það áðan, en Aston Villa auðvitað unnu sinn leik í Evrópudeildinni, reynda comeback sigur 3-2 sem að fullt af ungur leikmennum voru blóðgæðir þarna, en vondufréttina voru þær að Oli Watkins meiddist, sem náttúrulega hræðileg tíðindi fyrir Villamenn. Nottingham Forest, þeir flengdu hvað, fyrir svo var þessu ekki ég pæli hvað þetta voru þægilegt maður. 4-0. Þeir fá Crystal Palace. Það er einhver svona kergja alltaf milli þessara liða. Nottingham Forest, Crystal Palace. Það er eitthvað, hvað var það aftur? Það er bara, leiðu í síðustu 2 logo, þá veit ég að það er einhver hiti þarna á milli. Svo er það stórleikur á sunnudaginn klokkan 4:30, Tottenham Manchester City. Hvenær er úrslitaleikurinn í handboltanum ef við förum í hann? Hann er klukkan 5 á sunnudaginn. Já. Bronsleikurinn klukkan 14:15. Ég ætla að taka þennan með einn Volkan Ölsen inn á Hotel Fútból. Já. Þannig að þeir sem vilja koma þangað. Ertu brattur fyrir United Fulham? Feikilega brattur fyrir United Fulham. Ég heldur bara að Laka til að sjá hvernig hann leysir þetta með að Dorgu sé átt. Að því að Dorgu hefur verið mikilvægur einmitt fyrir, þú veist, hvernig hann hefur shiftað í build-upinu og pressu og öllu svoleiðis. Að hann slætar liðinu basically, þannig að geti ítt Dorgu framar. Finnst það líka voru betri í fótball þegar maður held. Bara þessi þrýrtingar við Bruno og svo bara hvernig hann bombaði honum sko. En svo er náttúrulega spurningi sko, hann hlýtur að koma með Kunja inn fyrir Dorgu. Já, og fara með Sesko upp á topp eða? Nei, fyrir bara með Mpumo út á og bara Kunja upp á topp. Þú veist, og þeir geta verið flæðandi þarna. Þeir eru náttúrulega mjög flæðandi og Bruno með þeim. Þannig að þetta verður. En þetta, pældi, ef hann vinnur þennan leik, þá er hann að jafna longest winning run hjá Amorim í 47 leikjum. Það tók hann 3 leiki. Það er svakalega. Ég held sko að það er svakalega tölfræði sko. Allir þeir sem voru eitthvað að reyna að halda upp vörnum fyrir Ruben Amorim, þetta verður meira pathetic með hverjum deginu sko. Og Michael Carrick inn á æfingarsvæðinu að fylgjast með úlingarliðinu og öllu og bara koma með alla á sitt band. Greiði Roy Keane einhvern veginn að rölda Sky Studion að reyna að vera relevant einhvern veginn á bakinu á Carrick. Það er augljóst að hann hefur eitthvað á móti Carrick sko. Já. Og það er alveg saga. Nei, ég hef svo sem alveg hlustað, jú, það er saga, jú. En ég hef svo sem alveg hlustað á það sem hann hefur verið að segja og það er svo sem margt relatable að það sko. Hvað er hann að segja? Nei, bara þetta með svona stjóra ráðningar, þú veist, og hann var einmitt að segja, þú veist, hann kom með þennan punkt að, þú veist, sama fólk og horfði fyrir 14 mánuðum síðan í auguna Amorim og fundaði með honum og eitthvað svona, er sama fólk og einhvern veginn, þú veist, bara gæti ekki beðið eftir að losna við hann, virðist vera. En það fekk hann stuttan samning. Já, en ég er að segja, þú veist, það er greinilegt að það svona kannski, það þarf að vanda til verka. Vilt þú til dæmis að Carrick taki bara? Já. Er það ekki bara sama og Solskjær? Jú, elskaði Solskjær. Ég væri það líka, ég væri United-maður. Luis Enrique okkur draumar hann, ef hann kemur, ég skal loka því, hann myndi taka allt og slítaði tætlur hana. Þá er ég að meina bara að byrja á því, svo kemur mögulega velgengnin, sko. Ég held að fólk sé bara ekki tilbúið í það. Nei. Þetta er spennandi. Þú fær bara engan tíma, þú veist, og það er alveg auðljóst, ég meina, Amorim var að reyna að sækja leikmenn fyrir systemið sitt, en þú fær engan tíma til þess að. Nei, og líka sækja leikmenn í hand-to-hand system, sko. Já, svo er það. Þú veist, ef ég væri að spila 1-2-7, en þá ekki komin inn á óvart að hann ætlaði að spila þetta system. Nei, en ég held kannski að komi fólki óvart bara hversu einstrengings, hann var bara, hann kunni bara að dansa við eitt lag. Já. En ég meina það er ekkert langt síðan að við vorum að tala að vera með eitthvað skýrt manifest og gera hlutina svona og þetta er það sem að næra árangri og eitthvað svona. En svo núna þá erum við allt í að tala að þú ert að geta verið meira flexible. Þú verður að vera það. Já. Þetta eru 60 leikir síðan. Það er reyndar ekki í United því að þeir eru svo fáum kernum en bara hjá venjulegu tímabili er þetta 60 leikir síðan. Ég er alveg sammála. Ég er bara að tala hvernig umræðan þú veist, alheimsfótboltan hefur verið. Þú veist hvað breytist hratt. Það væri fáránlegt ef hún væri stöðnuð og væri bara alltaf eins.
og ég segi bara sem betur fyrir Já. ekki en já, Allt er breytingum háð. Já, allt er breytingum háð Ég var aðeins að tippa á þetta bara svona upp á að gera þetta eins og við gerum í galanda Já. að sjá hvernig sér leikir fara Þetta allir leikirnir á sportsbókinni hjá Epic Skulum byrja á laugardeginum Þetta byrja allt saman klukkan 3 Það er engin hádegisleikur því að það er spilað kvöldið Brighton, Everton hvernig við farum okkur svo yfir 2-0 Brighton 3-1 Brighton Leeds, Arsenal 2-4 Arsenal Arsenal skora svona mörg og fáða svona mörg Nei, þeir fara ekki að vera Sko, skemmtilega á tínu 1-2 Arsenal Wolves, Bournemouth 0-0 0-1 Chelsea, West Ham 2-1 Chelsea 3-0 Chelsea Liverpool, Newcastle 3-0 Liverpool Sæll, ég er nú ekki það brattur 2-1 Liverpool 2-1 Liverpool, Aston Villa, Brentford 4-1 Aston Villa 3-0 Aston Villa Man United, Fulham 2-0 Manchester United Já, ég ætla bara að segja sprengið og vinni bara 3-0 Það er Nottingham Forest, Crystal Palace 1-1 Ég ætla í það Segðu bara líka Já, fer ég bara 1-1 Tottenham 1-4 Manchester City 1-3 Manchester City Það er og svo er sundarsleikurinn Sunderland Burnley Mándagsleikur Mándagsleikurinn fyrir ekki 1-0 Sunderland 2-1 Sunderland Það er James Ward-Prowse mættur í Burnley Já. Spennandi tímar framöndan þar Hrikalega spennandi Sámun taka aukaspyrnuna nú Já, því að hann ég- er náttúrulega að reyna að ná þessu meti Já, það sem ég elska hann á sín tíma en hann það fallir hatt hjá honum sko Já, þannig að við sjáum til hvernig þetta fer allt saman Slum fara í vinnera og lúsera eftir þessa viku með Einari á auðvitað með allt fyrir nýbygginguna og allt fyrir þá sem er að byggja og fara allt hjá Einari á Jose Mourinho en hann sjálfsögðu vinnur hann fær að mæta líka Real Madrid aftur það voru velun Sko, já, og Trúbin náttúrulega líka Hérna Já, þetta trúbin, já Ég sá góða punkt Mourinho tafði aðeins rístartið á startið á seinni hálfleiknum Það hefur pottet verið með ráðum gert Hann vildi vera síðasti leikurinn til þess að klárast til þess að vita hvað hann þyrfti til þess að komast áfram Ég veit að þetta er Reeds en ef einhver þá væri það hann Já, sko það var einhver, Já. en ég ætla Já, ég veit það Það er Viktor Daðarsson náttúrulega, við erum alltaf búin að gera hann af serial vinnir hérna að sjálfsög, ég ætla að líka vel hérna Albert Ingarsson fyrir að mæta í 2-pack og B.I.G. bólum sínu. Ég átti svona peysu einu sinni Ég veit hvað Hann fekk bara, maður bara sá í Hamraborginni í gær þegar hann lappað bara, þú veist, gatan tók bara við hún loksins. Snorri Steinn Guðjónsson 100% Vinnar Já, allan daginn Dagur Sigursson, er hann vinnur? Já, Dagur Sigurðsson er vinnur Hugsa ykkur að Dagur Sigursson er að fara í fótbolta. Sjáðu áruna og svona framkomuna, þetta á heimi fótbolta. Já. Ég líka Hann geti stegist í stóru hundana, sko. Ég líka, ég þekki nokkuð króatar sem að búa á Suðurnesjunum þeir dýrkan Já, bara eftir þetta dæmi leikliði fyrir að þeir bara elskuðan já. bara þegar hann sagði FM Hann er það voru þarna nokkur atriði í þessum blaðmannafundi sem hann var að láta menn heyra ég var að reyna að átta maður hvernig hann minni mig á þetta var eitthvað, þú veist, þetta var ekki Mourinho en Nei. þetta var eitthvað svona einhver aggressífur Þetta var gæsa húða ræða sko. já, þetta var gott stöf en hann er náttúrulega bara búin að væla núna krótana í óstuð þannig að þeir eru að fara að tapa í dag Það er annarkort eða Það er annarkort að þeir verði bara flengtir eða þá þetta mun og ef þeir tapa, þá voru kenningir hann vældi þá í óstuð Já. er Snorri búin að væla eitthvað þessu? Nei, ég held að hann hafi bara verið sammálað þessu Já, Ég held að svo einu sem er lítið sem ekkert sjá þessu um þetta er Alfred Gíslason af því að hann er ekki búin að vera kyrra á sama staði, ekki? Er hann ekki búin að vera í herning allir tíma? Jú, hann er Já, þannig að eðlilega er hann bara gæti hann ekki verið sáttari Gunnlaugur Árni Kristjánsson hann er tilnefndur til Ben Hogan Award sem er besti college-spilarinn í gólfinu Gunnlaugur það Árni er rosalega Sveinsson, Já, Sveinsson svona mitt ég. Svenna hérna Ömundsson bara fyrir varlega Já hvað er hérna meiri í þessu? Þurfum við ekki að fara ykkur lúsera Sko, ég ætla að skella Jóakall á lúser þangað til annað kemur í ljós því ég held að hann sé búin að tapa krátinu ég held að það sé svona það sem er helsta í þessu
Herri, ég horfði á svakalegan tennisleik Alcaraz á móti Zverev Já, áðan Já. Það sem að Alcaraz feikaði meiðslu og fekk injury timeout það var bara krampa Já. og það varð allt geðbilað Zverev er skapundur. Já, sko, Zverev á þýsku allt hann segir allt á þýsku, hann segir ekki eitt orð á ensku og gjörsamlega urðar yfir Alcaraz og bara alla sem að leiknum koma þannig að ég mæli með því ef fólk fyrir hann á miðlana að googla Alexander Zverev Sko, það voru 3 sett í upphækkun Raducanu, stelpan sem vann US Open á síðan tíma, breststelpa hún var held ég að reka bara 10. þjálfarinn á síðust 10 mánuðu sko. það er eitthvað kannski er þetta ekki bara þjálfarinn Nei Sabalenka lét líka aðeins í sér heyra hún vann Svitolínu náðist á myndband þegar hún segir fuck you ég kann ekki að meta svoleiðis Sagði hver? Eftir að hún vann hana, Sabalenka Já þá sést þegar hún svona segir lágt fuck you eftir Sko, fyrir utan maka þá væri nú Arína Sabalenka bara einhverju alkynþókvista kona í heimi hún var ekki með þetta tattoo hérna hún er glæsileg Já. Hún er algjörlega glæsileg Herri, ég var á pælinu Kylian Mbappe tók Panenka-víti eins og Díaz og tilengaði honum þetta. Ég bara var svona að hugsa ok, maður náttúrulega skilur ekki alveg krakka á ykkar aldrei, en maður er svona oft bara að hugsa hvernig er þetta tilenga honum eitthvað, bara hann klúðraði víti mér líður bara svona svipað eins og ég hefði verið að reyna með einhverja stelpu og hún hafi sagt nei takk við mig svo með þetta Keli og tilengunum þetta og fer með hann upp í rúm og tekur svona Steinun Ólínar mynd af sér upp í rúm með henni og tilengar mér þetta og ég bara, já, þetta er takk hérlega fyrir þetta ekki Nei, ég bara fatt ekki hvað Mbappe var að tilenga Þetta var mjög skrítið Þetta var missanum tilraunin til að allavega eitthvað neðan að hjálpa honum held ég sko Já, ég meina, kannski virkar þetta Já, kannski var hann bara minna ná okkur óþægilega tíma sem hann lenti í sko Já, þetta var Kasper Hög er líka vinnar og Bodo Glimt náttúrulega Glimt Það er þannig þeir í norska boltanum, þeir tala bara um Glimt og þeir fá sér Glimt bollan sinn og fá sér kaffi í hann Ég þarf að fá mig Glimt bolla og segja við konuna hey man, I will be out late tonight for the game Þannig stemningin í bótu fyrir þessu magnaða Glimt liði Já, það hrynja inn spurningarnar hvað var Jói Már með hana, ég sá spyr Jói Már með þetta allt saman á lás neyða já, er spurningin löður já, við þrýfum saman er Nonni Madueke meira flopp en Florian Wirtz, þetta er góð spurning nei eða já er hann meira flopp? Er hann meira flopp? Florian Wirtz er búin að gera helling sko Ég ætla að segja nei Hann er búin að skora leggju upp á síkastið heyrðu, þú varst að tala um Benjamin Sesko í vikunni eins og hann var eitthvað massíft hitt sko Já, það var eitthvað besta comedy sem ég heilt ég hló yfir því og Mattias Kunja líka ég hló í bæði en Wirtz er búin að gera meira Madueke svo nei já, myndi ég, hann er meira flott nei, ég man eftir þessum bæleik og hann mun ekki fara mér úr minni bæleik hjá Madueke þegar hann kom í viðtal eftir leik þessi innkoma hjá honum á móti United og svona, það var Já, hún var geggjuð. Það var alltaf hlaumaður út af. Það gerist einu sinni. Nú, þarf Hjörvar ekki að fara að safna í smooth man bun eins og fellow bodybuilders í sportusinu. Já, ég er að æfa með strictly man bun, gæður. Í alvörunni? Já. Hvað, bara þú og Big Sexy og... Hvað myndir þú gefa fyrir að fá ná að safna í man bun? Ég hef verið með man bun. Shit. Það eru til myndir af mér með man bun. Meðan og svona út úr deróinni. Já. Það var eitthvað. Geðveikt. Ég þarf að finna þær myndir. Það er drill. Já, ég þarf alveg að skoða man bun. Sko, ég heldur sem öll að býða eftir Gunnar Birgis vikunum. Það verða þarna Ólympíuvikurnar. Mun Keli sittir starfur yfir skíðagöngunni. Nei, ég er meira fyrir svíð og brunnið. Já, og skíðaskótumina. Ég held að verið svolítið í skíðaskótumina líka. Skíðagangan er ekki alveg minn kaffibólli. Fyrir 90% þeirra sem er að hlusta okkur núna þegar við ekki efna á að fara á Ólympíuleikana. Það ætla bara að lóta ykkur við þetta. Milan Cortina verður Já, ég var nú reyndar að skoða hospitality með hana
Já, nei, ég er að tala gistingu og svona, þetta er ekki, þetta kostar alveg Ég kannaði það ekki. Nei, þannig að Þetta er alltaf svo dreift. vertu bara inn í efstaleiti og listu það, en ekki vera að fara að nút, ekki vera að eyða peningunum okkar í það. Það er kærlega fyrir. Ninni Karl spilar Arsenal eitt liðilegasta fótboltan í dag, já, en það gengur vel. Endamanst United fyrir ofan Liverpool, já, það er rétt svar þar frá Viktori Páli. Megum við ekki svara. Nei, ég er bara, Þú ert að renni. Hvað skíða á þrótt væri Keli sterkastur í? Klálega stökkinu, ég er það ruglaður. Já, og sko, þetta er frábær punktur. Keli er vaksin eins og skíðastokkmaður. Ég hef séð þess að gæja, sko. Þeir eru pínulitlir og fysléttir. Já, ég var á snjóbretti að fleia mér í alla backflip. Já. Ég myndi fleia mér. Sterkastur í stökkinu. Ég myndi elska að sjá hann fara niður Lískósbakken í Lillehammer, sko. Er þetta Arsenal-lið meira successful en Banter era 2009-2017 lið 18 lið Liverpool? Getum ekki verið að lesa upp svona spurningar, sko. Já, þeir eru það. Já, en silfur. Ég ætla ekki að hamra á mikið á þeim. Nú, maður sjá, er Chelsea að fara að vinna meistaradeildina? Nei. Við sáum bracket sem voru í og hann bara, þetta verður mjög erfitt. Já, er EHF svona spilt apparat eða er þetta allt svona miklir amatúrar? Ég held að sé amatúrar dæmi meira. Já. Ég held að sé bara vitlis. Mér finnst alltaf vitlis í þessu. Spilling er að þá tala um að þessi undirbúningur frá Króatana? Já, náttúrulega ferðalag Króata og Íslendinga er náttúrulega í besta falli furðulegt, sko. Já, en ég trúi ekki. En er ekki back to back. Er ekki ágætt þessi vegir þarna hjá sem snillingum á Norðurlöndunum? Þeir eru ekki að ferðast með, þú sást nú rútuna sem að Króatarnir voru í og svo var of lítil rúta sem að sóti í íslenska liði. Þeir eru ekki að ferðast í rútum bara eins og sitt í, sko. Hann sagði þeir að ferða á milli eins og frosin kjúkling. Þetta er bara djók, því miður. Já, það er ekki gott að heyra. Er landsíðan fór í fitnessport og fylgtu á byrðunar? Sölvi Haraldsson fannst með frábæra spurningu. Nei, það er ekki landsíðan fór í fitnessport. GB, er Hjörvar að varmeta vinsætnar á Ólympíuleikunum? Já, ég hlakkaði mikið til að hlusta á þarna. Já, takk fyrir það. Og það var ræðislegt. Og maður er spenntur. Það er margir íþróttamenn sem maður svona, ég var að skrifa niður nokkur nöfn í geð sem ég hlakkaði til að fylgjast með á mótinu. Einhver svona sem þú mátt upplustara núna? Eða? Já, Shell, þarna, normaðurinn. Shell. Hann gæti Nú, já, það er margir spyrjum tannlæknaferðina í Gunnar Birgis. Já, það var að bora þarna fyrir aftan. Nú, eitt af því fáa sem að... Nú, er það rétt að Arsenal aðdándu sniðganga og já, það er eitthvað djóki í gangi. Þarna er GBN á Nona Madueke vagninum? Já. Ok. Mér finnst gaman að horfa á spil. Gunni, ert þú með flottari tattoo en Keli? Þeir eru náttúrulega svona tattoo-gæðinir í ánum. Ég er með hestaskifu hér. Já. Ég er náttúrulega með mömmin og pappa og það toppar ekki það. Þetta er afi hérna, hestaskifa og skíði. Mun Spurs toppa síðast tímbil og tryggja sér 17. sæti og þetta stóru eirunum, já. Náttúrulega, sko, Tottenham er 4. besta liða Evrópu í dag. Ef marka má þess að finna Nei, þá hefði Leopold verið besta liða Evrópu fyrir að þú getur ekki sett það. Nei, ég bara horfa á deildakeppni. Já, ég veit að það getur verið heppni hvaða lið þú mætir. Þú spilar ekki öll lið, þess vegna getur ekki sett það. Arsenal mætti 4 af östu 8. Má sjá það er hér, ef GB væri ekki bindindismæður, hann er ekki bindindismæður, þannig að þetta fettur út þessi sjálft. Er Keli ríkasti málar á Íslandi? Nei, svo langt í frá, sko. Það er fólk sem að geta farið að trúa. Kann Keli íslenska stafrófið? Já. Ég veit allt um það. Þú kannt þetta allt saman. Nú, já, væri Rory Delap stóðsendinga kongu deildarinnar ef maður spilaði með Arsenal í dag? Það er ekki stóðsending fyrir engast til að leira þetta. En þetta er gott komedi. Svona flammur. Já, þetta er klassísk. Herðu, og Aron Eli Kristjánsson hendir hérna í eitthvað vídeo með skoti frá Nonni Madueke. Og við skulum sjá þetta, sjáum vídeoð. Það er stutt. Fær hérna boltan. Hvað gerir kallinn? Er þetta ekki eiga, já? Nei, hann skoppaði illa fyrir kallinn. Ok, það er búin að segja en gott og vel við gamli getum höldum alltaf allt í dag sé AI. Er þetta AI? Já,
Það er nóga spurningum, ég náði ekki að fara yfir þetta allt saman. Er Totally Frozen Son of a Hostage svalasti handkvæmstastjálfari veraldar? Hvað meina hann? Það er auðvitað, hann er að tala um Dagsík. Já. Það er svona, þetta eru setningar sem hann sagði. Já. Hann er það, by a mile. Förum í þetta El Grandi Alveg með gíslega. vinum okkar í Helvítis kemi.is. Já, skorum menn að vesla við kemi. Drengir, förum í El Grandi. Nú er íslenskt fótboltaævintýri í gangi í Skotlandi sem að íslenskir fótboltamenn spila með mörgum af bestu liðum skoska fótboltans. Ég þarf skosk fótboltalið og á ég leyfa Gunna að byrja, hann er yngri. Já. Leyfum unga mannum að byrja. Gjör svo vel. Celtic, Rangers. Hearts, Aberdeen. Kilmarnock. Dundee. Já, Dundee, já. Þetta er gefið. Heipsararnir. Heips, já. Saint Mirren. Mirren. Nú sérst þér jálinámni. Já, maður hjálpa þér. Hann sagði Dundee. Já, hvað eru 2 Dundee liða? Dundee United. Dundee United. Má ég gefa þetta, Kili? Já, ég held ég sé með. Ég er samt alveg að vera blanko, Já. sko. Ég held ég sé svona komið flestli í Norðursteld. Ekki með hendina fyrir munnum. Já, sorry, ég er alltaf að... Ég er með varaþurrk. Já. Patrik Thistle. Er það ekki Patrik skost? Thistle, Já. jú. Já, þetta geti hafa verið the knockout punch. Býta nú við. Sko Hearts Stevenage. Nei. Nei, það er ennslið. Það er líkt túblið bara, já. Er Reith Rowers ekki líka skost eða? Já. Herðu, Já. nei, já, Shamrockina. Shamrock er East. Já, ég fyrst að Kili fór onni þá bara, þetta er eitthvað nýtegund af knockouti hjá Kela, að fara bara onni mann sem er að hugsa. En Reith Rowers er United, Motherwell auðvitað, Eyþór Björgúlsson og félag, ég vona Eyþór vinnu minn hafa nú ekki verið að hlusta. Má ég sjá, hverju glemdu það þarna? Livingstone, Kilmarnock, eða þú glemdum. Ég var með Kilmarnock. Þú varst með Kilmarnock? Já, Livingstone. Falkirk. Saint Mirren ekki einu sinni efstöld núna. Jú, eru 10. Ég ætla bara að vera ég ætla að fara nokkuð bratturinn í daginn bara með þessa framistu. Ég vonaði erfið það ekki við mig. Inverness, maður átt að taka það. Já. Dunfermline. Maður er heyrt áður. St. Johnstone. Og fara í Championship-deildina í hérna Skotlandi. Þá eru náttúrulega lið sem allir þekkja, St. Johnstone, Ross County, Queen's Park. Já, það er Reith Rowers. Er ekki Queen of the South líka alveg öruglega skoslið? Já, það var nú frábærið þættir á sínum tíma á Ross Netflix. County áður. Hver hefur spilað með Air United? Íslendingur. Já. En ekki rétt hjá mig, var ekki Kristján Finnbogason í Air United? Ok. Ég held að Er Jordan eitthvað involverað að það? Jordan Michael Jordan? hjá Air United? Já, Já, hann er það. það ekki. Hvar var hann í Skotlandi? Þannig að skoða hérna statið hans að sjálfsögðu Air United. Hann á eitt leik fyrir Air United. Já, ég held að hann hafði gert einhver hillileg mistik og endaði Play of the Day á CNN. Ég var að vonast þetta er Íslendingum í Skotlandi. Já, við komum bara með það setna. Já, það seinna. Svona þá geta menn fara undirbúið svona. Það er ekki margir. Herðu, þarna var að koma bara frábær hjöpkvist spurning fyrir mig. Ég var búin að gleyma því að hann hefði spilað 3 leiki fyrir Fylki. Já. Vá! Býtu, var þetta ekki þegar hann var markmannsþjálfari? Jú, Já. en þetta er Já. Þetta eru 3 leikir. Þetta eru 3 leikir. Fylkir hafa oft lent í ykkur markmannsbrasi. Þetta er alvöru quiz sem ég er að detti í hérna. Er Óli Gundat í markið hana? Tjúlega þetta gott. Ég fílaði þetta. Hann á Evrópuleiki fyrir FH og alls konar. Já, Kristján Finnbogason, góðsögn í lifandi lífi. Gunni Birgis og Keli, skemmt ykkur verið kvöld. Hvað er ætlaði að horfa á leikinn? Ég mun taka hann í húsakinnum eftirleitis. Já. Er að lýsa fyrirleiknum og Þú ert með fyrirleikinn og ætlar bara að hanga yfir þeim. Þannig að þeir losna ekkert við því að þeir sem er að horfa á þetta. ég er nú í vinnu. Já, hvað er að gera eftirleik?
eftir leik Já, eftir fyrir leikinn, hvað er þetta? að við ekki bara láta það koma í ljós Ef þú kemur inn, þannig að aðdándu þínir munu sjá þig yfir hérna Ísland-Danmark í kvöld. ég gerir það fyrir því Ég tek Ég held þú ætlaði bara eitthvað að hanga og böggast eitthvað í þeim, sko. Ég tek henni á bara gamla settinu. Ég mjög spenntur því að svona áður fyrir þá tók pabbi alltaf eitt leikmann í liðinu og alveg hakkaði hann í spað og bara jarðaði hann, sko. Það var alltaf Ásgeir Hallgrímsson. Laka til að heyra hver að verður í kvöld, sko. Já, það var gaman að fylgjast með þessu öllu saman. Eins og ég hef nú sagt bara í allan janúarmánuð áfram Ísland. Já. Það hefur svona verið þemað hér í doktorfútból. og góða ferð út, ég hlakka nú til þegar maður fær nú kannski að fljóta með þér eina ferð áður en að árið Já, ég hef ekkert með þig að gera á Old Trafford, sko. Það Ekki? er bara það síðast sem ég hef Sýnur nú leikaskendinnar. einhvern veginn áhuga á. Reyndar úr leikir Ég hef- á nú kamp núna. ég hef aldrei farið á Old Trafford Nei, það er Ég- ótrúlegt. Já. Ég hef Ég, farið aðra velli, ég hef farið á svona flest alla aðra nei, Ég hef farið svona 10 sem Old Trafford. Tímiður. Já, vinni sem að halda mikið með United. já, Já, en fyrir þá sem að vilja horfa á fótbolta í kvöld þá getið að horta á Mikael Egil sem er að spila fyrir Genoa í kvöld á móti Lazio og hann er bara að standa Já, sig og frábærlega. Ísak Bergmann líka, Köln Wolfsburg. Já, bara, er ekki Ísak á skemmtilegur bekknum? leikur. Jú, hann er búin að vera bæknum på síkastið. Þannig að Vonum hann fara dett inn. ég lakka til að sjá og svo bara fyrir að stýttast í að Norðurlanda deildirna fara að byrja. Ég held að Danirnir, það er þeir byrjaðir ekki í februar. Jú. Die danskerne Þetta er danski, klári í júni mannlega. svo er náttúrulega þú veist, lengjubikkarinn að rúla í gang þannig að fólk getur líka farið á leiki og fyrir þá sem eru með Android síma þeir getið nótur lífsins og farið í appið. Já, Það ég, er, ég, það er var, nú bara orðið svona heilug stund hjá manni. ég var á kynningu það stefnir ekkit í það að það verði app sem sagt, hjá Apple, ekki á næstunni sko. en ég Bara sagði lokaður heimur. ég sagði bara, þú veist, ég kom bara að kíkja hjá mér eða eitthvað Já, en maður byrja alla mótna bara. já, ég veit það Það er ræðislegt og maður er þakkláttur fyrir þetta og ég held að Samsung brósar við vorum að hittast í gæri í hátteginu og voru svona að skiptast á forritum sem aðrir hafa ekki aðgangað Ég er ekki mikið neðs, ég og geti það séð er síminn en algjörlega meira alltaf sjáu hann. Þetta er pínulítið sími Þetta er Svona á svona þetta að batna iPhone. Verða klettur ekki með kattsíma fyrir þig? Jú, vinur minn var Verður með að hann og hann sagði bara, hann var svona, þú veist, við þurfum að læra aðeins á hann, sko. Þetta er góðu símið, sagði hann, sko, en hann sagði, þetta er ekki svona alveg okkar kynnslóð. Það er hart að vera með kattsíma Dóttur útból þakka fyrir sig og farið varlega þarna úti